Góðir áhorfendur, nú að hefjast útsending á spjalli Drífu Snædal, forseta ASÍ, við Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri grænna. Kæru áhorfendur, nú erum við sest hér eina fyrir enn í samtali við flokkana. Nú komið að Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, og tilgangur þessa spjalls við formenn flokkana, þeirra sem að bjóða fram og eiga möguleika að komast inn á þing í haust, að ræða kosningamáli framundan, það sem brennur á launafólki þessa lands, málana, og tilgangurinn að sjálfsögðu að fólk sé svona aðeins betur upplýst stefnu hvers flokks fyrir sig eftir þessa þætti heldur en áður. En hjartalega velkomin, Katrín. Takk. Ég ætla aðeins að byrja á því að ég hlustaði nú á Sprengisand á sunnudaginn og við höfum verið okkur hefur verið mjög hugleikið þessi þróun einkavæðingu í öldrunarþjónustu. Og þú segir að þið séu fylgjandi fjölbreyttum rekstrarformum. Nú höfum við gert mjög skýran greinarmun á arðvæðingu í velferðar- og heilbrigðisþjónustu og menntamálum annars vegar og hins vegar svona fyrirtæki sem að gera þetta eða samtöku sem að gera þetta non-profit, ekki hagnaðardrifið. Hefur orðið einhver stefnubreyting hérna hjá Vinstri grænum? Nei, alls ekki sko. Og þegar ég vitna til fjölbreyttra forma, þá það bara staðreynd að í heilbrigðiskerfinu eins og það núna, þá eru sjálfstætt starfandi læknar, það eru aðilar sem að reka hjúkrunarheimili eins og, tökum bara sem dæmi, Hrafnistu og fleiri heimili, þar sem í sjálfur sér stefnan hefur ekkert verið að breyta því neitt. Ég hins vegar hjartanlega sammála áherslum verkalýðshreyfingarinnar arðvæðingu. Það að segja heilbrigðisþjónusta á ekki að vera til þess að hafa arð út úr henni. Það getur ekki verið ætlunin með því að einhverjir slíkir aðilar taki að sér slíka þjónustu. Og það sem ég vil líka nefna að megin áhersla heilbrigðisráðherra Vinstri grænna á þessu kjörtímabili hefur verið að styðja og efla hið opinbera kerfi sem mat okkar var að það hefði raun og veru átt undir högg að sækja á undanförnum árum. Þannig að það sem við höfum verið að gera að efla sérstaklega heilsugæsluna sem fyrst að við komum stað, stefnumál sem við höfum verið að ræða árum saman og skipti gríðarlegu máli einmitt til þess að stýra betur umferð inn í kerfið. Það hefur verið að styðja við spítalann, bæði reksturinn líka með auðvitað nýrri byggingu og þá ég að vitna í Landspítala Háskólasjúkrahús. Og síðan hefur það verið að skilgreina betur kaup ríkisins á heilbrigðisþjónustu og byggja þau kaup á einhvers konar þarfagreiningu. Og það hefur auðvitað verið umdeilt á þessu kjörtímabili. En óttastu ekkert að nú sé vegferð hafin að arðvæða öldrunarþjónustu með þessari risastóru einkavæðingu fyrir norðan? Já við verðum auðvitað að hafa í huga aðdragandann að þessu máli. Og það það að sveitarfélagið Akureyrarbær skilar í raun og veru rekstri þessa heimilis til ríkisins. Og það gerðu önnur sveitarfélög nokkur líka. Það sem ríkið gerði og brást þannig við, það var að leita eftir því hvort að heilbrigðisstofnanir á viðkomandi svæði getur tekið að sér þennan rekstur. Og það gekk í öllum tilfellum nema þessu. Það var vegna þess. En það ekki valdi stjórnvalda sem yfirmenn þessar stofnuna að ákveða hvaða rekstrarformi að vera? Já, nú það þannig að það heilbrigðisráðuneytið sem í þessum samskiptum, en mat manna var þetta væri of stór eining til að bæta við heilbrigðisstofnun Norðurlands í þessum máli. Og þá það farið í það að sjúkratryggingar raun og veru bjóða þennan rekstur út og fela þessum aðilum þennan rekstur. En hvernig var ekki hægt að tryggja það að laun fólk sem vann þarna yrðu óskert og það ekki sagt upp? Já, nú það þannig að eins og ég skil þetta mál þá það aðilaskiptalögin sem eiga að gilda og það sömuleiðis þannig að því þú nefnir þetta með arðvæðinguna að þá það þannig að almennum samningsskilmálum sjúkratrygginga að það kveðið á að það óheimilt að ráðstafa fé sem varið eftir samningsins til annars en að nýta hann í starfsemina sjálfa. Þannig að mér finnst nú mikilvægt að þetta sé allt upp á borðum. Sem verður í húsaleigu, sem verður í öðru fyrirtæki í sama eignarhaldi og þaðan verður arðurinn tekin út. Já, hjúkrunarheimilin bera afla samþykkis sjúkratrygginga fyrir því sem kallað hvers konar óvenjulegar fjárhagslegar ráðstafanir. En við þurfum einmitt, eins og ég segja, að hafa þessa forsögu í huga og þá segi ég meina við erum með samninga, bæði við sjálfseignarstofnanir og einkaaðila. Það hafa verið uppi vandamál í þessu kerfi og ég skal bara vera fyrst manna til að viðurkenna það
að það alveg ljóst að sum hjúkrunarheimili eru rekin bara innan ramma, önnur hafi ekki verið rekin innan ramma, mönnum ber ekki saman í raun og veru hvað og þættir eru þar til skýringar og þetta eitt af því sem þarf að skoða miklu betur þó að það hafi komið út núna ágætis skýrsla rekstur hjúkrunarheimila. En þessi málaflokkur á bara til að stækka. Við erum með víti til að varast og ég veit að þú þekkir þau víti vel frá Svíþjóð. Ég meina það sem við höfum verið að sjá einmitt arðvæðingu öldrunarþjónustunnar og við viljum ekki fara þá leið. En við þurfum líka að tryggja rekstrargrunn þessara heimila og taka ákvörðum það raun og veru bæði hvaða svona kröfur við gerum til þeirra og hvernig þessum rekstri verður best fyrir komið. Þannig að þið ætla ekki að halda áfram á þessari leið að eitthvað það? Nei, ég meina þetta eitt stakt tilvik og ef við byrjum stefnu ríkisstjórnarinnar þá var í öllum hinum tilvikunum reksturinn settur til heilbrigðisstofnanna sem á vegum ríkisins. Þannig að við getum spurt hvort þetta sé ríkisvæðing eða einkavæðing. Ég bara bendi á þá augljósu staðreynd. Ég sendi bréf fyrir nokkrum dögum síðan alþjóðlega fyrirtækjaskatta. Nú náttúrulega öll ríki í heiminum að velta því fyrir sig hvernig þau geta byggt upp eftir COVID, hver á að taka skellinn, það hafa komið upp hugmyndir að það eigi að skattleggja fyrirtæki sem hafa grætt á COVID. Maður á að tala lyfjafyrirtæki og bara þeir sem hafa beinlínis grætt á þessu ástandi sem náttúrulega eitthvað bogið við það þegar heiminum blæðir. En nú komið annar hljóð í strokkin í alþjóðastjórnmálum þar sem verið að tala alþjóðlegan fjármagnstekjuskatt eða alþjóðlega fyrirtækjaskatta. Já. Og öðruvísi sem áður brá að G8-ríkin færu að ræða það sérstaklega eða G20 eða OECD. Eru þið búin að marka ykkur stefnu í þessu? Ég bara fagna bæði þínu bréfi og þessari umræðu á alþjóða vettvangi og við munum svo sannarlega taka þátt í þessari umræðu innan OECD með mjög jákvæðum hætti því þetta snýst auðvitað og í raun og veru má segja að það alveg rétt að þetta kemur kannski einhverju leita óvart en það má líka segja það að svo vinna sem hefur verið unnin innan OECD á undanfarnum áratug hefur auðvitað verið vinna sem hefur snúist það að koma í veg fyrir skatta undanskot og skattaforðun. Við erum búin að stíga stór skref sem við byggjum dálítið á þessum barómetrum sem OECD hefur verið að setja. Þannig að ég bara fagna þessari umræðu að hún sé komin að stað því við erum auðvitað búin að sjá það að stór fyrirtæki sérstaklega hafa auðvitað verið að fara á milli landa til að leita sér að skattalegu hagræði og það skiptir máli að ríki heims auki samstarfið á þessum vettvangi. Ertu bjartsýn? Já, mér finnst þetta allavega skilaboð sem vekja alveg ástæðu til bjartsýni, myndi ég segja. Okay. Og mér finnst líka, eins og ég nefndi, með bara samstarfi sem hefur átt sér stað innan OECD og þá ég vitni í BEPS og fleira, þar sem verið að setja ákveðin viðmið til að koma í veg fyrir skattaundanskot. Þetta hefur reynst mjög mikilvægt fyrir íslenska löggjöf, þannig að þetta eitthvað, þetta mál sem ég finnst að hafa verið að miða svona í rétta átt á undanförnum áratugum. En hvernig gerum við þetta á Íslandi? Núna vitum við það er náttúrulega engin sátt í samfélaginu hverjir bera byrðarnar og hverjir ekki og það náttúrulega stendur upp úr mjög mörgum og það verður væntanlega kosningamál hvernig á að draga úr skerðingum og auðvelda lífi fyrir þá sem þurfa að framfleyta sér á lægstu tekjunum að með við sjáum ofsagróða í sjávarútveginum og þrátt fyrir allt bara 22% fjármagnstekjuskatt og svona verið að draga úr því, verið að afhenda þeim sem geta keypt sér hlutabréf í Íslandsbanka einhverja milljarða úr sameiginlegum, ég segi nú ekki sameiginlegum sjóðum en það er engu að síður verið að taka úr almennu eignarhaldi í fámennt eignarhald. Hvernig tryggjum við það á Íslandi að það verði einhvers konar sanngjörn innheimta í okkar sameiginlegu sjóði og útgjöld? Já, þú nefnir nú ansi margt í þessu innleggi. En það er svona ákveðið trend í gangi sem það vil varpa ljósa á. En þá verðum við einmitt að horfa hvert trendið í raun og veru. Við breyttum hér skattkerfinu í tekjuskattskerfi einstaklinga og innleiddum aftur þrepaskipt skattkerfi sem í raun og veru að ég með miklu sanngjarnari kerfi en var hér áður kemur best út fyrir tekjulægsta fólkið. Þannig að það var nú breyting nummer 1. Við hækkum fjármagnstekjuskattinn ekki mikið og hækkum frítekjumarki á móti, vissulega. Þarf það kerfi frekari endurskoðunar við? Já, ég held að við þurfum að skoða það þá sérstaklega hvort að það sé ástæða til þess að
færa okkur meiri í þá átt sem önnur Norðurlönd hafa gert, þar sem þau eru með aðeins mismunandi fjármagnstekjuskatt eftir eðli tekna upphæðira og uppbruna. Útsvar. Útsvarið, já, ég meina það liggur fyrir að sveitafélögin bera auðvitað gríðarlega mikilvægan hluta af nærþjónustunni og ég sé ekki fyrir mér að við sem að fara að lækka útsvarsprósentuna í náinni framtíð. Veiðigjöldin, það kerfi var uppfært, þau eru að hækka á þessu ári vegna þess að þau eru orðin afkomutengdari og þar eru við að leggja þetta viðbótargjald á fyrirtæki sjávarútvegi sem nemur þriðjungi af þeim skattstofni. Við getum vafalaust deilt það hversu hvort þau hafa hækkað eða lækkað. Ég meina þau eru afkomutengt og þau hækka á þessu ári. Ef við notum sömu retorik og stjórnarandstaðan notaði í þessum málum þegar þau lækkuðu vegna verri afkomu, þá hafa þau tímalaust hækka núna vegna bættrar afkomu. Fyrst og fremst eru þau afkomutengt. Þannig að ég segi, og hvað varðar Íslandsbanka, þá er það þetta bankastofnun sem kemur upp í fangið á ríkinu í tengslum við tilteknar aðgerðir, í tengslum við stöðuleika málin öll sömul og sínum tíma. Og það er ekki sérstök stefna allavega Vinstri grænna að eiga svona mikið í bankakerfinu. Okkar stefna er að eiga Landsbankann og tryggja að hann sé almanna eigu. Í þessu útboði þá var það mikilvæga stefnum sett á Alþingi að það væri mjög mikilvægt að tryggja dreift eignarhald og það tekst vissulega í þessu útboði þriðjungi bankans. En er það ekki algjör skynvilla? 24.000 manns taka þátt í útboðinu, selja svo bréfin aftur með hagnaði og þetta endar í einu eignarhaldi. Já, ég meina það er auðvitað mjög erfitt að stýra því fram í tíman og við getum ekki ennþá sagt til það hvernig það fer, en það var að minnsta okkur það sem lagt var upp með í útboðinu og gekk eftir. Og þar var frekar horft til minni eigenda en stærri. Það er að segja, það var lögð áhersla á það að skerða engan af hinu minni en skerða hérna stærri. En þetta er svona eins og þegar lyfjaverslunum var seld og þegar ríkisfyrirtæki hafa verið selda þá svona lagt áherslu á dreift eignarhald, fyrst á að fá rosalega mikla peninga, síðan er það ekki máli heldur dreift eignarhald og hlutur ríkisins hefur auðvitað orðið töluvert verðmætari. Fámönnum eignarhaldi. Hlutur ríkisins hefur auðvitað orðið töluvert verðmætari eftir þetta og við eigum auðvitað 65% í þessum banka. Þannig að og það er nýra ríkisstjórnar að taka ákvörðun það hvað hún gerir með það og hvort hún kýs að eiga þann hlut áfram eða halda áfram. Sko, ef ég horfi bara stefnu okkar, þá er það að eiga Landsbankann og við höfum ekki talið það sérstaklega eftirsóknarvert að eiga ennþá frekari hluta í bankakerfinu en það. En okkar stefnu er alveg skýr með þetta, við viljum halda einum banka í almannaeigu. Breyturum í samfélagsbanka? Já, mér finnst við geta gert ríkari kröfur til banka í almannaeigu til dæmis hvað varðar ákveðna samfélagslega þjónustu land allt, svo dæmis er tekið. En það breyti því ekki að laga umhverfi sem við byggðum þessa banka er að þeir eru allir reknir í mikilli armslengd í gegnum bankasýsluna, þannig að það er ekki bein pólitísk áhrif á stýringu þessara banka. Og á það var lögð áhersla einmitt eftir hrun. En hvernig líst þér á að breyta Landsbankanum í samfélagsbanka og ríkari samfélagslega skyldur? Já, það er einmitt svona eitt af því sem ég finnst kannski við ekki hafa rætt nægjanlega, það er að segja hvað við meinum þegar við tölum samfélagsbanka, en ég hef verið mjög fylgjandi öllum hugmyndum það að auka sjónarmið sjálfbærni í bankarekstri og þá er ég að tala sjálfbærni í þessum skilningi að þá erum við ekki bara að tala samfélagslega áhrif heldur umhverfis og efnahagslega áhrif og þar held ég að við getum átt mikil tækifæri. Herðu, eitt annað sem er sem við höfum skilgreint sem kosningamál og maður svona þá að feta sig áfram hvað verður stóra kosningamáli, en við fáum einhver ráð á þess að snerti kannski lífskjör vinnandi fólks einna mest eru húsnæðismálin. Og það var alltaf þyngra en tárið taki þegar húsaleigu frumvarpið náði ekki að fara í gegn með leigu bremsu, þar sem það var viðurkennt að leigjendur og leigusalar er ekki jafnsett fólk sem gerir viðskiptasamning sín á milli, heldur er valda misvægið þarna sem einhvern veginn lögin þurfa að viðurkenna og staðfesta. Hver verður ykkar áherslumál í húsnæðismálum núna framöndan? Í fyrsta lagi vil ég segja það, ég held að sko hafi margt gott komið út úr starfi átakshóps húsnæðismál sem starfaði í tengslum við og í aðdraganda lífskjarasamningarna. Margar af þeim aðgerðum hafa náð fram að ganga, ríkisvaldið hefur aukið sín framlög til almenna íbúðakerfisins, það er alveg rétt að leigufrumvarpið náði ekki fram að ganga, en ég held að margar af þessum aðgerðum séu að skila sér í því að við séum að sjá miklu skýrari opinbera stefnu í húsnæðismálum en við höfum haft lengi.
Mín skoðun svo að besta leiðin til að tryggja stöðuleika á húsnæðismarkaði sé aukinn þáttur félagslegs húsnæðis og þess vegna fagna ég hinu almenna íbúðakerfi, ég fagna því sem verkalýðshreyfingin hefur að gera í Bjargi og líka sem aðrir félagslegir aðilar hafa verið að gera. Þetta að mínu viti besta leiðin til að tryggja stöðuleika á húsnæðismarkaði fyrir allan almenning, bæði þá sem eru á leigumarkaði og líka þá sem eru á eignamarkaði. Það hafa síðan verið innleidd hlutdeildarlánin sem eru hugsað sem stuðningur við fyrstu kaupendur og það verður áhugavert að sjá hvernig það kerfi mun gefast. Það var mikið lagt í vinnu og undirbúning þess kerfis þannig að ég vonast þess að það muni styðja rækilega við tekjulága fyrstu kaupendur. Það sem þarf að gera að halda áfram á þessari braut, það þarf að taka upp þráðinn hvað varðar húsaleigumálin og venda betur réttindi leigjenda, það þarf að styðja betur við félagslega kerfið og það þarf að huga því til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu, þar sem ég nú þingmaður hér í Reykjavík, að tengja betur saman samgöngukerfi og skipulag, því það líka risastórt hagsmunamál. En eitt af þessu var Keldnalandið. Akkurat. Hvað þetta á Keldnalandinu? Já, þar hefur ríkið alveg staðið við sitt, en þetta hangir líka á skipulagsmálum og tengingum í samgöngumálum, þannig að ég tel að það muni taka einhver tíma hvað var það skipulagningu þess lands, en það liggur alveg fyrir að það stendur allt af hálfu ríkisins í þeim efnum. En nú svona húsnæðismál einn af þessum málaflokkum ásamt öldrunarmálunum og velferðarmálunum, þar sem svona pólitísku línur verða mjög skýrar. Það að segja að ég nú búin að ræða húsnæðismáli hérna við flesta formenn og það þetta með ámaður að treysta markaðinu fyrir húsnæðismálum sem að ég hef bara mjög skýra skoðun á að ekki treystandi fyrir húsnæðismálum eða á að fara frekar í félagslega lausnir. Þannig að verðið þið með skýr sjónarmið þar og eru þið tilbúin til þess að slá af þeim í ríkisstjórnarsamstarfi? Já, í fyrsta lagi vil ég segja það eins og ég nefndi hérna þá öflugt félagslegt húsnæðiskerfi lykillinn að stöðuleika á húsnæðismarkaði bæði fyrir leigjendur og fyrir þá sem eru bara á hinum almenna markaði. Því það skapar þennan nauðsynlega mínu viti, hvað get ég kallað, svona kjölfestu á húsnæðismarkaði og tryggir það að og tryggir í raun og veru stöðuleika langt umfram sína ræðir. Þannig að við munum algjörlega vilja halda áfram að styðja við félagslega lausnir í húsnæðismálum. Þegar kemur að síðan úrlausnarefnum á húsnæðismarkaði þá verið að byggja mjög, við erum að tala svona hátt í 4.000 íbúður núna á þessu ári, næstu 2 árum lítur þetta ágætlega út. En það líka mikilvægt að huga bara lóðaframbóðu og öðru að því þú nefndir Keldnalandi þá mjög mikilvægt auðvitað að við förum að sjá framtíðarsýn fyrir það. Með borgarlínuna þá? Að sjálfsögðu og borgarlínan auðvitað hluti af þessari hugmyndafræði að við séum líka að horfa á samgöngur og skipulag í samhengi við lífskjör fólks. Því það skiptir auðvitað fólk verulega máli bara hvernig það fer til og frá vinnu að eiga þá aðgengi að öflugum almenningssamgöngum. Einmitt. Aðeins nú það náttúrulega eftir verið tekið hvað hefur gengið vel í smitvörnum hérna á Íslandi og hvað við höfum svo sem staðið okkur vel í baráttunni við sjúkdóminn sjálfan. En núna hefst næsta barátta sem náttúrulega uppbygging og þó að það sagt sér nú mjög hratt að atvinnuleysi akkurat núna að þá þurfum við náttúrulega að byggja upp eitthvað til framtíðar, eitthvað sem höndur á festandi í atvinnulífinu og ég hef svona þá fullvissu að það hef ekki verið nýtt tækifærið að gera ferðaþjónustuna að betri grein fyrir launafólk, fyrir starfsskilyrði og í framhaldinu. Við urðum af ákveðnu tækifæri til þess að gera þetta endurreisana sæmilega og maður hefur svona ber ugg í brjósti yfir að hún sé að fara af stað með brjáluðum krafti núna sem ekkit endilega gott og í allri stefnumótu stjórnvalda þá hvergi minnst á launafólk í ferðaþjónustunni. Hvers megum við vænta í uppbyggingu vinnumarkaðar eftir COVID núna? Já, ég hefði náttúrulega kosið að frumvarp til starfskjaralaga hefði farið inn í þing og verið samþykkt þar. Og það miður einhvern veginn að það náðist ekki fullkomin sátt eins og ég skil það milli aðila á vinnumarkaðum þau mál því það þetta hefði verið mikið framfaraskrefstíð og það má ekki láta það mál liggja, þau mál með ekki liggja óbætt hjá garði. Við verðum að taka þann þráð upp aftur og ljúka einhverju vinnu við bæta hér starfsumhverfi launafólks alveg sama í hvaða grein það og koma í veg fyrir félagslega undarboð og annað slíkt sem á bara ekkert að líðast í okkar samfélagi.
Hvað varðar ferðaþjónustuna sérstaklega, ég menna það hefur auðvitað, það tiltölulega nýleg stefnumótun í gildi fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi og og að mörgur leyti hún mjög góð og ég held kannski þegar við horfum á vinnumarkaðin sem heild þá þurfum við að huga að launafólki í öllum greinum og þar væri næsta skref að mínu viti að taka upp þráðin og ljúka við vinnu við gerð starfskjaralaga. En hvað var það síðan atvinnuumhverfið almennt, þá auðvitað höfum við verið að horfa til þess að fjárfesta í öðrum greinum. Því ég held að það sé lykilatriði fyrir bara launafólk og almenning á Íslandi að atvinnulífið verði fjölbreyttara. Ég menna ferðaþjónustan var alveg mjög stór aðili í okkar útflutningstekjum. Það skiptir máli að við hugum líka að öðrum greinum, matvælaframleiðslu, nýsköpun, skapandi greinum, aukinni verðmætasköpun í öllum hinum hefðbundnu greinum. Þess vegna höfum við verið að fjárfesta í nýsköpun, rannsóknum og þróun. Við höfum verið að fjárfesta í skapandi greinum, við höfum verið að fjárfesta líka í grænum lausnum. Og það auðvitað hluta því sem verkalýðshreyfingin hefur verið að kalla eftir. Það er að segja að við tökumst á við loftslagsbreytingar með hagsmuni launafólks í huga. Það vona ég að verði kosningamál, að réttlát umskipti verði kosningamál, að því við höfum ákveðið tækifæri eftir COVID til þess að innleiða grænar lausnir og það skiptir máli að þær verði þá öllum almenningi og öllu launafólki til hagsbóta. Það er fín lokaorð. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir sömuleiðis.